Komið sæl. Nú ætlum við að líta aðeins á hlutfallslega tíðni og það fljótt gert. En tíðni eitthvað sem við ætti að þekkja. Það einfaldlega að vera að telja hversu oft ákveðið gildi kemur fyrir. Þannig að hér erum við að segja að talan 1 kemur fyrir 2 sinnum, talan 2 kemur fyrir 5 sinnum og svo framvegis. Þannig að allt í allt þetta þá 22 tölur. 2 ásar, 5 tvistar, 8 þristar og svo framvegis. En spurningin núna, hver hlutfallsleg tíðni? Hlutfallsleg tíðni einfaldlega prósentan, eða hversu stórt hlutfall talnanna, þessar 22 talna hérna, talan 1. Og hún sýnir skiptinguna, kannski mjög svona þægilegan hátt, og einfaldlega reiknuð þannig með kannski þá sem að þekkja prósentuþrýðningin erum við bara að nota hluti, heild og prósenta. Þetta er þá hluti talna sem að 1, og þetta heildin hérna niðri. Þannig að í 2 tilvikum af 22 erum við með töluna 1 og það þá í 9% tilvika. Og 5 tölur af 22 eru talan 2. Þannig að hlutfallsleg tíðni fyrir töluna 2 þá 5/20 aðrir eða 23% ef við námyndum að heilum tölum. Og svo hægt að halda áfram með hinar tölurnar í talnasafninu. Og svo skiptir miklu máli að ef við leggjum saman hlutfallslega tíðni fyrir allar tölurnar í talnasafni, þá eigum við alltaf að fá út 100%. Og kannski hægt að segja að ef maður að námynda eða nota einhverja aukastafi, 1 eða 2, þá má þetta kannski skeika einhver örlitli. Það væri ekkert óeðlilegt að fá 99,9% út ef við erum búin að vera að námynda. Og jafnvel 100,01% eitthvað slíkt. En þetta ætti að vera sem næst 100% og helst akkurat. Og ef við erum að fá 102% eða 96%, þá eru allar líkur á að segja eitthvað vitlaust hjá okkur ofar í töflunni. En hlutfallsleg tíðni sem sagt bara hversu oft af heildinni hver tala kemur fyrir og það sem gefið upp í prósentum. Og síðan að því að í þessum kafla þetta líka beðin að flokka gögn í tengslum við einhver dæmi, að þá ætla ég að renna við þessi merki hér. Sama sem merkið eitthvað sem allir þekkja vel, það jafnaðarmerkið, þetta hérna. Og það þýðir að það sem sikkur megin við það jafn mikið. En hin merkin eru ekkert langt frá því. En ef við skoðum til dæmis þessi 2 merki hér annars vegar. Og svo þetta að bera saman þessi hér líka á eftir. En það sem að greinir þessi 2 merki að þetta litla strik undir hérna. Og það munurinn, og kannski fyrst hvað þýðir þetta merki hér. Þetta er lesið sem minna en, og þetta er lesið sem minna eða jafnt og. Og það þetta litla strik hérna fyrir neðan sem þá hluti af samansmerkinu, gerir það að verkum að jafnt og má vera með. Kannski best að skýra þetta með að taka dæmi. Og hér erum við með eitthvað talnasafn, einhverja tölur, og ég ætla að byrja því að lesa út úr því sem stendur hérna. X á að vera minna en 4. Og hvaða tölur í talnasafninu uppfylla það skilyrði? Og talan 1 minna en 4 hérna. Þannig ég get skrifað hann upp. Og talan 2 líka minna en 4. Hvað ég að gera? Talan 1 var komin. Og talan 2 hérna næst. Hún minna en 4. Talan 3, hún má vera með. En svo ekki fleiri tölur í þessu talnasafni sem eru minna en 4. Þannig að ég loka þetta slaufusvíðanum. Þetta næst á slaufusvíð. Og hér neðar stendur X minna eða jafnt og 4. Og það það sem þetta litla strik hérna að segja okkur. Þannig að ef ég ætla að tína til allar tölur í talnasafninu sem eru minna eða jafnt og 4, og þá það vissulega 1 sem má vera með. Og 2 líka minna en 4, þannig að hún má vera með. 3 minna en 4, hún má vera með. 4 má vera með hérna vegna þess að munið þetta segir minna eða jafnt og.
Og það er munurinn á þessum tveimur merkjum, þessi hér og þessi hér. Við sagði líka í upphafi að það er hægt að bera saman merkin hérna. Þetta þýðir þá stærra en og þetta merki hér þýðir þá stærra eða jafnt og. Bara svona aðeins í lokin, því að ég veit að sumir eru ennþá að ruglast á því hvoru megin og stærri talanum er. Er hún hjá oddinum hérna eða er hún hjá opinu? Þetta lítur sem sagt svona út. Stærri talan vísar á opið og eins og sagt stundum við litlu börnin, þá er það vegna þess að krókódíllinn, hann er svo gráður, hann að sjálfsögðu borða stærri töluna. Þetta var svona kannski auka innskot. En allavega þið ættu að vera með nægur upplýsingar núna til að komast í gegnum kaflann. Þannig að gangi ykkur vel. Takk.